Og flensu. Æjæjæj. Heyrðu, það ein stelpa hérna. Hún nefnilega í svona stóru úlpu. Og við nefnilega kannski meður hana. Þú átt hann ekki? Nei. Það er bara kannski fá hann aðeins annars, sko. Hvað heitir þú? Já, hún heitir Dóra. Hún er með Dóra úlpunni sínum frá fylgistunum. Kannski heitir hún Dóra bara í dag. Fatið þú út með svo fallið hár. Þá geymum við bara húna hérna. Hérna Dóra. Fylgistunni Dóra. Já. Gætið þú haldið á henni fyrir okkur? Hvernig heldur mamma á þér þegar þú last? Einhvern veginn svona. Það ekki, hún ekki alltaf í það knúsa þig og svona eitthvað að kissa þig og láta þig líða betur, það ekki? Og láta þig að fá vatn að súpa og svona. Heyrðu, en skrýtla. Við erum ekki læknar, sko. Er eitthvað læknir í húsinu? Er eitthvað sem ætlar að vera læknir? Það ekki? Akkur þú rætt hana? Nei. En þú vinnur okkar, komdu til okkar, við þurfum nú aðeins að tala um þennan strák, sko. Við þekkjum nefnilega þennan strák. Þennan, hérna? Já, hann nú búinn að leika svolítið. Hann nú ekki bara læknir. Já, býttu, hann nefnilega líka bakari, skal ég segja ykkur. Því að eftir, sko, ekki núna á sunnudaginn, heldur næsta sunnudag eftir eina viku, þá ætlar hann að vera í sjónvarpinu með okkur, þessi strákur. Og hann ætlar að baka fyrir okkur. Herðu, hann rosalegur. Sko, gætur við verið læknir í dag? Já. Hérna læknataska. Já. Og svona verður maður skemmt að hlusta svona. Það betra. Þessi. Svona. Sjáðu. Já, svona. Viltu passa dúkuna mína með það? Viltu passa þessa? Já. Viltu passa hana? Já, svona. Svona. Jæja, er allt tilbúið að syngja? Þið verður að hjálpa okkur að syngja. Já, það er mjög mikilvægt. Eru þið tilbúið? Nú ætla ég næstu því að æra vinn minn hérna. Nú veit hvað gerist. Það gerist ekkert. Skoppa. Já, þetta er allt í lagi. Ekki við hátt. Heyrið þetta. Dúkkan hennar Dóru var með sótt. Hún hringd og sagði læknar koma fljótt. Læknirinn kom með sína tösku og sinn hatt. Hann bankar á hurðina, hvað gerða? Hann skoðaði dúkkuna og hristi sinn haus. Hún strax skall í rúmið og ekkert raus. Hann skrifaði á miða hvaða viljum skildi fá. Ég kem aftur á morgun ef hún enn veit þá. Býttu, en ég heyrði ekkert í vinum mínum. Getur við sungið svona? Já, við syngjum. Dúkkan hennar Dóru var með sótt. Hún hringd og sagði læknar koma fljótt. Læknirinn kom með sína tösku og sinn hatt. Hann bankaði á hurðina, hvað gerða? Hann skoðaði dúkkuna og hristi sinn haus. Hún strax skall í rúmið og ekkert raus. Hann skrifaði á miða hvaða viljum skildi fá. Ég kem aftur á morgun ef hún enn veit þá. Dóra mín, myndu svo bara að gefa dúkkunni meðalið. Ég kem aftur á morgun. Allt í lagi, bless. Hún er bara miklu hressari. Ég ætla bara að setja hana hérna í litla rúmi. Já, með rauðu skónum. Já, óskup á hún fínt rúm. Svona píku lítið. Hún var fín, svona. Svona. Það var ekki meira. Já, heyrðu, af því að núna erum við smá svona í bænum. Komið niður í bæ. Vitið hvað þessi gata heitir? Laugavegur. Og í dag er laugardagur. Er ekki allir búin að fara í bað? Já, þá þarf allir að fara í bað eftir. Það þarf að lauga sig. Já, og laugardugna. Já, þú ert búin að fara í bað. Kannski fór líka einhver í sund. Já, nú. Herðu, við ætlum að syngjum hann Búdda. Já, Búddi. Já, Búddi var í bæinn. Þannig hérna. Nú. Þannig er það
þægilegra. Já. Hanna. Má ég sjá, getið þið spenntur að finna þetta? Búddi fór í bæinn og Búddi fór í búð. Búddi sat á torginu og var að borða stúr. Þá kom löggumann og hirti hann og stakk honum ofan í rassvasann. Og síðan starra, hann bara stakk honum ofan í Nei, býtur nú við. Stakk löggan þá Búdda í rassvasann. Býtu, koma til. Búddi fór í bæinn og Búddi fór í búð. Búddi sat á torginu og var að borða stúr. Þá kom löggumann og hirti hann og stakk honum ofan í rassvasann. Veistu að skrýtla þegar ég hugsa út í það? Já, þá held ég að hann hafi